Já, komið sæl aftur. Við erum hér í Safnahúsinu við Faxatorgið á Sauðárkróki og hingað er komin til mín Laufey Skúladóttir. Hún er verkefnastjóri hjá Atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd sveitarfélagsins og það liggur eiginlega beinast að spyrja, Laufey, er ekki bara brjálað að gera hjá þér? Það er alveg nóg, við skulum segja það. Það getur verið mikið að gera í þessum málum. Já, það er þó nokkuð mikið að kynna út allt. Þú ert bæði erlendis og hér heima að kynna Skagafjörð. Hvernig gengur það? Það gengur bara mjög vel. Við vorum svo heppin að vera útnefndur gæða áfangastaður Íslands fyrir verkefni sem er hýst innan sveitarfélagsins sem heitir Matarkistan Skagafjörður og svona á þeim vettvangi og kjölfar þessarar útnefninga þá höfum við farið út allt að kynna Skagafjörð sem þá áfangastað fyrir ferðamenn. Þannig að það er mjög skemmtilegt og bara allir þessi málaflokkur er bara mjög skemmtilegur, menningamálin og ferðamálin og þetta er svona og náttúrulega atvinnumálin, þetta er sem betur fer er mikil gróska í akkurat þessum málaflokkum í Skagafirði í dag. Já, og einmitt ef við tölum aðeins menninguna, hún náttúrulega hvílir á dálítið gömlu merk hérna. Já, algjörlega. Nú erum við að telja upp í Sæluvikuna sem er núna á vormánuðum, þannig að það er nú ein elsta menningarhátíð landsins, þannig að við erum mjög stolt af því að geta boðið Skagfirðingum upp á slíka hátíð á hverju ári. Og tónlistin er náttúrulega ræðuríkin þar? Já, heldur betur og bara bæði stórir og smáir viðburðir. Karlakórinn Heimir er náttúrulega alltaf með fastanliði með tónleika og dansleik í Sæluvikunni. Og svo náttúrulega verður landsmót í sumar og þannig að það er margt sem sýsla í kringum það. Já, það eru hestamennirnir sem náttúrulega fjölmenna að hólum, heimahólum. Já, heimahólum. Já. Og kemur þú eitthvað að undirbúningi þess? Já, við erum sveitarfélagi hjálpum til með framkvæmd mótsins. Og gengur það vel? Já, það gengur rosalega vel. Bara mjög gott fólk sem vinnur að þessu undirbúningi þessa móts og þannig að við genum bara strax byrja að láta okkur hlakka til að koma til hóla í sumar. Já, ég tók eftir því að það er verið að auglýsa eftir svo mörgum störfum. Vantar fólk hingað í Skagafjörð? Já, akkurat þessa stundina þá eru verið að auglýsa mörg spennandi störf og jafnt fyrir fagmenntaða og ófaglærða. Það eru til dæmis verið að auglýsa held í 13 störf á heilbrigðisstofnuninni og sérfræðingi heimilislækningum þar með og móttökuritara og í sumaraflýsingar og allt þar fram til göttunum. Meira að segja ljósmóður síns. Og meira að segja ljósmóður í sumaraflýsingu í sumar. Þannig að ef þið þekki góðan heimilislækni eða ljósmóður sem vantar starf þá bjóðum við velkomin hingað á Sauðárkrók. Já. En svo líka innan sveitarfélagsins erum við að auglýsa þó nokkur störf, náttúrulega mörg sumarstörf sem eru allt frá bara umsjón með unglingunum okkar í sumarvinnunni eða slátt eða á sambílunum og svo erum við líka að leita okkur að sálfræðing, þannig að ef þið þekki góðan sálfræðing þá megi binda á okkur. Já. Er sérstök þörf á sálfræðing eða er þetta bara? Þetta er bara, við erum öll illa haldin. Nei, þetta er náttúrulega bara þjónusta sem sveitarfélagið verður að bjóða upp á hjá fjölskyldu og félagsþjónustunni. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að hafa slíkan einstakling hjá okkur. Já, en förum aðeins að það var rafmagni fór af sveitarfélagi, af Sauðárkróki réttar að sagt núna á þriðjudaginn. Já. Og hvernig kom það við, þetta var í marga klukkutíma, hvernig kom það við fólkið, íbúana? Þetta kemur náttúrulega alltaf bæði illa við íbúana og atvinnulífið og náttúrulega lamar allt einhvern veginn meðan á því stendur. Sem betur fer var bara gott veður og það tókst að laga það sem að bilaði frekar fljótt en þetta var samt rafmagnsleysi í einhverja 5 klukkutíma sem er náttúrulega bara aðstæður sem erfitt að bjóða fyrirtækjum sem í mikilli verðmætasköpun upp á og sem að reiða sig á rafmagn. Það er ekki mikið varaaflstöðvar til dæmis hér og hér eru fyrirtæki sem eru með stóra netþjóna sem að þjóna viðskiptavinum sem eru staðsettir út allt land og höfuðborgarsvæðinu þar með og þannig að svona. Já, þetta eiginlega kemur í ljós þegar að skaðinn er skeður hvað þetta er mikilvægt og
þó að sé voðalega kósí að hafa kertaljós heima við, að þá eru bara hér stóru öflug fyrirtæki sem að mega alls ekki við þessu. Já, bara eins og ofnarnir í Steinullaverksmiðjunni þola ekki mikið rafmagnsskort sko og og náttúrulega mjög viðkvæmir framleiðsluferlar sem eru í gangi í þessum stóru vinnustöðum eins og hjá Rækjuvinnslunni Dögun og í Mjólkursamlaginu þar sem eru náttúrulega verið að keyra ferla, búa til ost og smjör og þar fram til götunum og þannig að þetta er viðkvæmt og allt sem þarf mikið á rafmagni að halda þannig að langtíma rafmagnsleysi er ekki mjög góðar aðstæður að bjóða slíkum fyrirtækjum upp á. Nei, en er ekki búið að komast að þetta var bara eitthvað sem getur gerst hvar sem er, veit einhver hvað þetta var? Jú, það sem við náttúrulega búum við er að það er bara ein lína hérna inn í bæinn, þetta er ekki hringtenging sem við getum stólað á, þannig að það er eitthvað sem við hjá sveitarfélaginu höfum verið að berjast fyrir lengi er að fá þessa hringtengingu við byggðalínuna, þannig að við séum ekki ef að fer eitthvað úrskeiðis á línunni frá Varmahlíð að það sé eitthvað hægt að þá sækja rafmagni annars staðar frá en núna erum við bara á endapunkti á Sauðárkrók. Já, þannig að það ýtir kannski þessi uppákoma ýtir enn frekar. Við vonum það svo sannarlega að Rarik leggi í mikil fjárfesting sem þarf til að styrkja þessa línu hingað til okkar en við vonum að hagsmunir fyrirtækjanna og okkar sem búum hér vegi þyngra. En þarna nefnir það er fjöldi fyrirtæki og það er ekki öll eggin í sömu körfunni í raun og veru, það eru alls konar fyrirtæki sem að starfa á Sauðárkróki í Skagafirði og það er verið að óska eftir fleira fólki. Já, það er til dæmis að opna fyrsta 5-stjörnu hótel landsins er að fara að opna á Deplum í Fljótunum og þar er verið að auglýsa eftir heilum herfólks til starfa, bæði kokkum og þjónum og snyrtifræðingum og þar fram til götunum. Já, þannig að þeir sem að kunna til slíkra verka eru velkomnir að Deplum í Fljótum. Það eru reyndar ekki allir sem vita að Fljótin tilheyra sveitarfélaginu Skagafirði. Nei, það er alls ekki. Þeir liggja kannski nær Siglufirði heldur en Sauðárkróki ef maður miðar út frá þéttbýliskjörnunum. En Fljótin eru partur af okkur hér í Skagafirði og við erum mjög stolt af því. En ef fólk vil flytja hingað, er hægt að fá húsnæði? Já, það er hægt. Já. Það til dæmis inn á Hólum er laust húsnæði sem er hægt að leigja. Hér á Sauðárkróki er það kannski aðeins erfiðara. Bara sem betur fer þá hefur ekki verið mikið keypt og notað sem sumarhús húsin hér. Þannig að það er lítið það. Frekar lítið, já. Það er ekki nema kannski þessi minni hús sem hafa erst á niðri í gamla bænum en húsnæðisverð er það hátt að fólk sér það frekar hagsinni í að selja það sem að Og eins og fyrir barnafólk er erfitt að komast inn á leikskólum Nei, í flestum tilfellum er það ekki sko og og sveitarfélagið hefur sett þess að stefnu að reyna að taka inn alla 18 mánaða og eldri og það hefur tekist í langflestum tilfellum. Við erum í stóra verkefnin í Varmahlíð að setja upp nýja leikskóladeild þar með ernum tilkostnaði fyrir foreldra í vanda. Þannig að við hjá sveitarfélaginu reynum svo sannarlega að komast til móts við barnafjölskyldur með öllum mögulegum hætti. Man ég það rétt að það sé lægstu leikskólagjöld á landinu í þessi sveitarfélagi? Já, á einhverjum tíma og einhverjum verðflokkum. Þetta er mjög flókið að bera saman, hvort það sem að er 6 tíma, 7 tíma vistun eða einstætt foreldri eða ekki og þar fram til göttum það er svona erfitt að segja hér er ódýrast en í einhverjum flokkum erum við ódýrust, já. Og svo er hitaveitan en nú ekki dýr? Nei, hún hefur verið lægst og lægst í þeim verðskönnunum sem gerðar hafa verið og við erum mjög stolt að segja frá því að það er sem sagt sama verð á heitu vatni alls staðar í Skagafirði. Það er ekkert, það er eitt sem að gengur yfir alla. Sama hvað maður er. En færð þú aldrei þessa spurningu, leiðist þér ekkert á Sauðárkróki? Jú. Og hverju svararu? Er eitthvað kaffihús? Er þetta bara tónleikar? Hvað ertu að gera eiginlega? Já. Það er bara svo margt sem að er að vera og bara það er náttúrulega kosturinn við að búa í svona litlu samfélagi að maður er fljótur að eignast vini og maður er fljótur að komast inn í allt og maður kemst yfir að sinna svo ótrúlega mörgu á raunveru stuttum tíma. Maður getur skotist á skíði og verið komin bara í klossana og allt bara, hálftíma eftir að maður setur síðasta dótið inn í bílinn. Og og svo bara það er mjög virt klúbbastarf og alls konar viðburði sem í gangi sem maður. Og það er ekkert svoleiðis að það er ekkert ungt fólk eftir
þú nú kannski til vitnis það alveg fullt af ungu fólki hérna. Nei, já, sem betur fer fullt af ungu fólki eins og sést bara á ásókninni í leikskólana og það þú veist, gott fyrir barnafólk að vera hér. Hér mikið öryggi og lág gjöld og hérna getur maður svona keypt kannski húsnæði ódýrara og stærra heldur en í höfuðborgarsvæðinu, þannig að hér eru mikið lífsgæði sem að búa, eða sem að blasa við okkur, barnafólkinu, sko. Og kannski eiginlega ekki hægt að sleppa því að nefna náttúruna sem hérna. Nei, nákvæmlega. Maður náttúrulega þarf ekki nema að keyra hérna í 5 mínútur út fyrir bæinn og þá maður bara komin í algjörlega óspillta náttúruna og bara eins og fallegum degi eins og í dag, þá getur maður nú bara ekki annað en staldra við og bara aðeins bara noti þess að vera í allir þessari dýrð, fjöllin og sjórinn og fjaran og allt þetta svo yndislegt. Þú færð alveg blík í augun síðan. Já, ég geri það. Og gott að heyra alveg og takk fyrir þetta. En við ætlum að skella okkur fram í Varmahlíð eins og sagt hérna og hitta 2 systur, syngjandi systur úr Grænumýri sem þarna rétt fyrir sunnan Varmahlíð.